Komið sæl, ég heiti Elva Þöll og hjúkrunarfræðingur og fékk nýlega aðjúngsstöðu við hjúkrunarfræðideildina. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá minni reynslu af því að nota Moodle og við kennslu og svona aðeins gefa ykkur bakgrunninn á hvaða námskeið ég að kenna og hvernig það svona aðdragandann að því. Ég ætla að sýna ykkur hvernig ég setti námskeiðið mitt upp og svona aðeins að rökstyðja af hverju ég valdi að nota Moodle frekar en Uglu, en þetta er eina námskeiðið í hjúkrunarfræðideild sem notar einungis Moodle. Annars fer öll kennsla fram í gegnum Uglu. Ég segi ykkur frá svona kannski frekar óvæntum viðbrögðum nemendana við þessu námskeiði og að lokum segi ég svona aðeins frá því hvað lærdóm ég hef dregið af reynslu minni í vetur. Þetta námskeið sem ég að kenna, ég eiginlega tók við því með stuttum fyrirvara í desember og ég hafði að vísu leyst af í síðasta vetur en gekk þá inn í námskeiðið tilbúið uppsett í Uglu og var þá að sjá Uglu í fyrsta skipti vegna þess að ég var í nám úti í Bandaríkjunum og þegar ég tók grunnnámið mitt hérna heima að þá var engin Ugla. Þannig að ég lærði aðeins á Ugluna í fyrra en þó ekki það mikið að ég væri eitthvað góð með hana. Þetta námskeið sem ég tók við kennt í svona mikil kennsla, bókleg kennsla, 4 vikur í janúar og síðan ásamt þetta 10 námskeið og það eru 2 önnur svona stór námskeið sem eru keyrð samtímis, síðan fara nemendur í verknám úti út á heilbrigðisstofnanir og 3 vikur í hverju fagi. Þannig að það er svona stýrkeysla í janúar og það hefur verið svona svolítið hefð fyrir því að nemendur hafa ekki mikið verið að lesa. Ég hef sem hjúkrunarfræðingur á öldrunardeild tekið á móti þessum nemum í síðastliðin ár og ítrekað rekið mig á það að þau koma algjörlega ólesin. Þau hafa ekki opnað bókina og þar af leiðandi þá sjá þau síður námstækifærin sem blasa við þeim inn á deildunum. Þannig að þegar ég var beðin þarna í haust, síðla haust, að taka að mér þetta námskeið sem umsjónarkennari, að þá vissi ég strax að ég yrði að gera einhverjar breytingar. Það yrði bara gjörsamlega, þetta er mikilvægt fag og þetta er mjög stækkandi sjúklingahópur sem að virkilega þarf aukna athygli og þannig ég ákvað að gera bara svona hallarbyltingu. Ég tók þarna stóra áhættu og það voru margir sem svona ekki fannast rólega í þetta, en mér fannst ég bara, núna er tíminn, nú verð ég bara taka þessari áskorun alla leið, ekkert svona eitthvað skref fyrir skref. Svo ég ákvað að í staðinn fyrir að hafa bara stórt lokapróf í vor, ég ætlaði mér að láta þau lesa bókina, láta þau kaupa bókina og lesa hana, koma lesin í verknámið. Þannig að ég ákvað að setja inn 2 stutt heimapróf í Moodle og hugmyndin á bakvið að þau getur tekið að heima var að þau myndu þá hafa bókina og læra efnið. Hugmyndin var að þessi páfagaukalærdómur að læra og fá sér próf, þau myndu frekar kannski læra og þau myndu sitja eftir meira af efninu ef þau þyrftu að fletta því upp. Síðan setti ég inn 2 lestrardagbækur sem giltu 5% hvor. Þannig að eftir fyrstu vikuna að þáttu við að skila lestrardagbók úr efni þeirrar viku með hugleiðingum þeirra svona hvað þau tóku með sér eftir vikuna og tengja það kannski við eigin reynslu úr starfi. Þannig ég sem sagt mæti og svo voru verkefnin svona kannski grunninu til sömu og í verknámin í fyrra. Þannig að það kannski aðeins bættist þarna við, kannski fór aðeins offörum í
í álagi á nemendur, en það skemmst frá því að segja að þarna mætti ég í byrjun janúar, búin að vera alveg í gífurlegri törn að setja mig inn í, ákvað vegna þess að ég ætla að hafa þessi próf í Moodle og hafa lestrardagbók sem þau skilu í umræðufræði, að þá ákvað ég bara, ég er ekkert að, ég kann hvort er ekkert mikið augluna, ég hef þetta bara allt í Moodle. Þannig að hérna koma svona rökin fyrir því að ég valdi Moodle. Það ég stóð frammi fyrir því að ég þyrfti aðeins að setja mig inn í Moodle, það væri þannig próf og það væri þægilegt að nota þessa umræðufræði. Ég kynni ekki það mikið á ugluna hvort það er, þannig ég var ekki eins og aðrir neitt heitbundin uglunni. Og auk þess þá taldi ég að, eftir að hafa kynnt mér svolítið Moodle og hvernig það var uppsett, þá taldi ég sjálfur með trú að þetta væri mjög notendavænt og þetta væri betra fyrir nemendur að hafa bara allt námskeiðið á einum stað. Í staðan fyrir að þurfa að fara á milli, vera með fyrirlestra og lesefni inn á uglu og þurfa síðan að fara sérstaklega inn á Moodle til þess að fara í próf og skila verkefnum. En það var ekki alveg þannig.